Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Stórvirk vinnutæki að störfum á Glerárdal ofan Akureyrar. Fallorkan að reisa virkjun í Glerá, Glerárvirkjun 2, sem væntanlega verður tekin í notkun í lok ársins ef allt gengur eftir. Virkjunin felst í að stípla ána ofan hins eiginlega Glerárgils, leiða vatnið eftir niðurgrafinni þrýstipípu fram úr gilinu og niður með jaðri verndarsvæðisins norðan gilsins að stöðvarhúsi í Réttarhvammi. Við á N4 skoðuðum virkjanasvæðið í fylgd framkvæmdastjóra Fallorku. Andri, framkvæmdirnar núna þær eru sem sé hafnar fyrir alvöru, getum við sagt. Já, við vorum í vetur að leggja þrýstipípu og það verk gengur vel. Núna bara þessa dagana að hefjast vinna við að smíða stöðvarhús hérna þar sem við stöndum og þetta allt að komast í fullan gang. Og margir verktakar hér sem að sinna sínum verkefnum? Já, í dag eru 4 verktakar að vinna fyrir okkur, þannig að þetta heilmargt. Hversu stór virkjun verður þetta? Hún verður 3,3 megavött sem að svarar þá til svona 20% af notkun fólks og fyrirtækja á Akureyri. Það telst þá umtalsvert. Já, munar heilmikið þetta. Rafmagnið frá Glerárvirkjun skilar sér beint inn á dreifikerfi Norðurorku sem þýðir að Akureyringar verða ekki eins háðir rafmagni frá landsnetinu svo kallaðan og þar með sparast flutningstap og kostnaður. Glerárvirkjun bætir væntanlega líka möguleika Norðurorku til að bregðast við algeru rafmagnsleysi eins og komið hefur fyrir. Með öðrum orðum, virkjunin eykur sjálfbærni sveitarfélagsins. Uppistöðu lónið sem að myndast, hversu stórt verður það? Það verður rétt innan við 1 hektari, innan við 10.000 fermetra. Það segir fólki kannski ekki mikið en það verður álíka stórt eins og lónið sem við gömlu Glerárvirkjunina hjá Glerárskóla. Rörin í sjálfa pípuna eru pólsk og öll pípan verður grafin í jörð. Rörin eru úr trefjaplasti og endingartíminn nokkrir áratugir. Pípan liðlega 6 kilometrar að lengd og hún telst vera nokkuð löng miðað við stærð virkjunarinnar. Fallhæðin skiptir miklu máli þegar slík virkjun annars vegar. Hún gerir það og á þessum langa kafla safnast saman 240 metra fallhæð sem að heilmikið, gefur þetta mikla afl. Kostnaðurinn áætlaður 1 milljarður króna og því spurt hversu hratt fjárfestingin skilar sér tilbaka. Já, við erum að spara eitthvað upp undir 100 milljónir á ári þá í orkukaupum frá Landsvirkjun, svona fyrir utan þessa aðra þætti, þannig að skila sér tilbaka á svona 12-13 árum. Þið eru að framkvæma hér, hvað getum við sagt, svona í jaðri fólksvangsins á Glerárdal og það þýðir að það þarf að taka tillit til margra þátta. Já, það alveg rétt. Við erum að hluta til að framkvæma inni á óröskuðu svæði hérna innst á dalnum og þá mikilvægt að ganga vel frá eftir framkvæmdina og hafa mannvirkin ekki stærri en þörf krefur. Stíflan sjálf til dæmis verður ekki nema rétt 6 metrar á hæð sem ekki stór stífla. Hvað með göngustíga og annað því líkt? Þið að leggja þá núna, þannig að hér verður til nýtt útivistarsvæði, getum við sagt? Já, þessi framkvæmd að hjálpa til með það að það verður til 6-7 kilometra langur nýr göngustígur sem að opnar fólki greiðan aðgang hérna inn á Glerárdal og þar verður líka göngubrú yfir ána þannig að það verður til skemmtileg hringleið. Þannig að hérna þá opnast, getum við sagt, nýtt svæði bara hreinlega í túnfætinum? Já, það hefur í sjálfu sér verið opið og öllum heimill aðgangur en það hefur verið dálítið flókið að komast hérna inn á dalinn og verður einfaldara og aðgengilegra eftir þessa framkvæmd. Hvað með svona sjónræn áhrif heldurðu? Já, stíflan og lónið munu sjást og verða áberandi ef fólk statt í nágrenni við það en að öðru leyti verða lítil áhrif þegar upp staðið. Það nokkuð flókið að stífla, enda nokkur ár síðan farið var að undirbúa framkvæmdir. Andri segir mikilvægt að vel sé hugað að öllum þáttum áður en sjálfar framkvæmdirnar hefjast. Ákvörðun framkvæmdina var tekin fyrir 4-5 árum og þar á undan voru búnar að standa rannsóknir í mörg ár en svo verður framkvæmda tíminn sjálfur núna svona 1,5 eða 2 ár. Þannig að undirbúningun allur bara 75% af verktímanum? Hann það.
Glerárdalur er 15 km langur. Glerá á upptök við rætur Glerárdals Hnjúks og Kerlingar og fellur Glerárdal til sjávar í Akureyrarkaupstað, alls 22 km leið. Vatnasvið árinnar er 97 ferkilometrar. Glerá er blanda dragár og jökulár, en nokkrir smájöklar eru á Glerárdal. En aftur að framkvæmdunum. Og hérna kemur sjálft stöðvarhúsið til með að líta út. Það verður vel sýnilegt frá Akureyri, steypustöði möl og sandur er skammt frá til þess að við getum áttað okkur nokkuð nákvæmlega á staðsetningunni. Húsið verður látlaust en fallegt og það er Fanney Hauksdóttir arkitekt sem hefur teiknað það og við erum mjög ánægð með hennar vinnu, teljum að þetta verði fallegt hús og sómi sér vel hérna í náttúrunni. Hvenær lýkur þá framkvæmdum samkvæmt ykkar áætlunum? Við vonumst til að virkjunin verði tekin í gagni núna í desember, janúar, en lokafrágangur verði næsta sumar þá endanlegur frágangur. En sem sagt rammast framleiðsla, hún sem sagt hefst þá bara í lok þess árs? Já, það er planið. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.